Ég semst Guðmundur. Ég ætla að bara bjóða ykkur velkomin á fyrirlesturinn minn sjálfvirkni væðingu netkerfa. Hvernig þetta einfalda netreksturinn með buzzorðinu Software Defined Network. Og eins og Gunnar kom inn á þá verið milli hals og traust hann Lárus Hjartarson, VMware sérfræðingur okkar hjá Nýherja, sem ætlar í lok fyrirlesturins að sýna ykkur upptöku af demo af Software Defined Network í virkni. En kannski til að byrja best að spyrja sjálfa sig til hvers að breyta þessu. Hvað að gamla netinu? Og þegar maður skoðar nethögun og þróun netumferðar þá svolítið munur á þessu hefðbundna campusneti eins og net byrjaði í upphafi þróast í, sem að campusnet þar sem þú ert með notendur sem tengdust eiginlega bara við umheiminn, internetið, og langmesta magn af gögnum voru að flæða svokallaða north-south bundin umferð upp og niður. 95% eða meiri hlutfall umferðar var í þá áttina. Þegar við skoðum umferð í gagnaverum, datacenters, þar munstrið allt öðruvísi. Við erum að sjá allt upp undir 70% umferðar fer aldrei út úr gagnaverinu, aldrei að fara upp í gegnum kjarnan út á internetið, heldur eru gögnin bara að stökkva á milli innri servera og gagnageymsla í gagnaverinu. Það líka vandamál bundin við uppsetningu á hefðbundnum netum. Í dag erum við með fullt af ráterum og þar með layer 3 internetpunktum, skilgreindum í mismunandi tækjum, tengd saman með mismunandi vegu, oft í gegnum þriðja aðila, þar sem að við hver og einn einasti ráter þarf að geyma upplýsingar það hvernig hann ætlar að láta netflæðið flæði gegnum sig, eða IP-pakkana flæði gegnum sig. Það þarf að geyma upplýsingar það í svokölluðu kontrollplani á hverjum einasta ráter og einnig í svissum. Og það þýðir að breytingar á netinu þarf að framkvæma á hverjum og einum einasta búnaði sem að þarf ekkert endilega að vera frá sama framleiðanda. Það getur verið mismunandi gerðir og mismunandi stýrikerfi sem að nota til að stýra þessu. Þetta sjálfvirkt að stökkva fram, þetta að stoppa því? Slökkva því? Ég passa mig bara tökunum í það. Og það hefur oft mjög víðtæk neikvæð áhrif að eiga við stillingar, sérstaklega ef að þær samrýmast ekki á milli tækja eða eru rangar. Bara það að fá vél á einu neti til að tala við vél á öðru neti krefst oft frekar flókinna uppsetninga. Það þarf að koma sér upp VPN-tunnelum, opna sérsniðnar eldveggjaopnanir og svolítið flókið utanumhald að rekja flæðið á milli þessara tveggja punkta. Eins ef að við viljum færa vél frá einu fysisku layer 3 neti yfir á annað layer 3 net, það krefst oft mikið svissins. Það oftar ekki að skipta IP-tölu. Það þarf að fara í gegnum access-lista og portofnanir og uppfara allt miðað við nýja IP-töluna. Það þarf að fara yfir quality og service stillingar. Maður getur þurft að elta whitelista út í heim, þar sem að nýju IP-tölunni hleypt inn á þjónustur sem annars væri ekki hleypt inn á. Og þetta eru ýmis vandamál sem fylgja þessu hefðbundna gamla layer 3 neti. Var að hafa eina svona skoðanakannaglæru, ETC, spurði starfsmenn í netrekstri byrjun 2015, hvað netið að ráði illa við, og fyrir utan þessi hefðbundu svörum að það ekki nógu örugt og ekki nógu stöðugt og það skalast illa, þá eru þessi tveir stólpar fremstu, þeir sem að standa upp úr, handvirk og hægar netbreytingar. Og þegar að netbreytingar eiga sér stað, þá hafa þeim of víðtæk neikvæð áhrif. Það rosalega oft eitthvað sem dettur út eða kemur kannski ekki ljósa sér dottu út fyrir en daginn eftir, sem versta caseið. En bottom line að yfir 20% af þeim sem svöru telja ekki að netið þeirra sé vel til þess fallið að vera mikið að hreyfa við því eða breyta því. Og þá spyr maður hvernig hefðbundin nettögun takmarkandi fyrir sýndar lausnir. Við þekkjum alveg sýndarheiminn í dag. Það hefur búið að vera að keyra netþjóna í sýndarumhverfi núna í áratugi eða mörg ár allavega. Og þar erum við að sjá þægindin sem fylgja því að vera í sýndarheimi. Við erum með dýnamískar stillingar, við erum með mjög skalanlega getu, undirliggjandi vélbúnaður skiptir í raun ekki máli og hann nýtist rosalega vel.
við fullnýtum hardverið sem liggur undir. Þetta ekki búið að varpast nægilega vel yfir í netkerfið þó við séum komið með VLANs þar sem við getum að einhverju leyti samnýtt vélbúnað. Þá erum við allt of mikið í handvirkum stillingum, þetta skalast illa. Við þurfum hálfgert doktorspróf frá hverjum einasta vendor bara til þess að stýra búnaðinum okkar og nýtist mjög illa. Og maður þekkir það bara, ég þekki það sem netrekstramaður að ég að biðja VMware-strákana að búa til tölvu fyrir mig og það tekur á nokkra mínútur. Svo ég marga daga að tengja hana við hina VMware-tölvuna sem þeir byggu til nokkrum mínútum. Og þetta viljum við losna við. Innleiðingatíminn á milli þjónana og networksins munurinn þar á allt og mikill og við viljum ná þessari rauðu súlu niður, helst í mínútur líka. Þannig hvernig bætum við þá nethögunina? Þessi hefðbundna netthögun sem hefur verið að keyra í gegnum árin byggir oftast á að við erum með stóra, sterka, miðlæga layer 3 core rátera. Þetta svona iðnaðar ráterandi sem fara aldrei niður og allt fyrir gegnum þá og þeir sjáum þetta. Þeir dreifa álaginu sínu niður á aggregation lag þar sem við erum með annarkvort layer 2 eða layer 3 punkta sem svona taka workloadi svolítið af core ráterunum og koma pökkunum áfram áleiðis niður í access lagið sem að við í gagnaverum þekkjum mest sem svissanir í top of the rack svissanir í rekkonum okkar. En hérna tengipunkturinn við netþjóna, gagnageymslur og notendur og hér eru við oftast að vinna á layer 2 með layer 2 tekni. Það sem að hann Klaus, vinur minn, þetta eina fræðiglæran, ég ætla ekki að eyða miklum tíma í hana og það verður engar stærðfræði útleiðslur hérna. Klaus sýndi fram á 1950 að Klaus Fabrik högun optimal til að skipta pökkum í gegnum vélbúnað. Það þýðir, þetta var hannað til að skipta símtölum og þetta varpaði svona hressilega vel yfir á Ethernet skiptingar líka. En basically, og það sem við þurfum að taka út úr þessu það að ef við setjum n-bita inn, þá flæða n-bitar út. Það engir árekstrar á bitum sem flæða í gegnum kerfið eins og var í eldri hefðbundnum switching fabric búnaði. Og Klaus hönnunin stenst tímans tönn og ennþá talin besta nálgunin á að skipta pökkum. Og að skipta pökkum skiptir miklu máli, hraðin á að skipta pökkum skiptir rosalega miklu máli í gagnaverum út af þessari east-west traffík sem við erum að horfa á. Latency á milli, við þurfum að ná því niður því að það bætir upplifunina í gagnavers þjónustunum svo mikið. Og framsetningin á þessu Klaus Fabrik í dag oftast sett fram sem svokölluð spine and leaf nethögun. Og hvað það? Spine and leaf nethögun bakkar út úr þessu þryggjalaga konsepti sem við höfðum úr campusnet uppbyggingunni og við setjum í staðinn mjög öfluga switcha, layer 3 switcha í svokallað spine í hryggjastykkið í netkerfinu okkar. Þetta eru stóru, sterku spine switchanir okkar sem að keyra á 10 eða 40 giga portum eða 100 í dag erum við að sjá. Og þeir fæða switcha sem eru á neðra lagi, svokölluðu lauflagi, sem eru kannski ekki jafn öflugur á þeir, en þar viljum við hafa mikið porta density, fjöldi porta skiptir máli, og við viljum geta tengt alla þjónana okkar hingað upp í. Þetta framsetning á Klaus skiptun, sem þýðir að við erum að hámarka latency og gagnarhraða east-west á milli porta. Þetta besta nálgunin á það. Það er ýmsar variationur á því hvar við látum layer 3 punktin liggja og layer 2. Sem við láta layer 2 spannast alveg upp í spine and leaf, en að því ég að tala software defined networking, þar hentar best að hafa layer 3 samskipti á milli allra þessa punkta og tala bara layer 2 niður í klausterana, þjónana, gagnageyslurnar eða hvað sem þarna fyrir neðan. Á layer 3 keyrum við bara hefðbundna routing protokolla eins og við þekkjum, OSPF, ISIS, PGP og spanning tree verður í raun óþarft. Það má alveg færa rök fyrir því. Þetta skalast rosalega vel. Með 2 öflugum spine switchum og 16 48 porta laufswitchum fáum við 768 port og ef við þurfum að stækka þetta í framtíðinni, sem kannski ekki líklegt á Íslandi, þá bara kaupum við nýja og bætum við. Förum við 3000 port, höldum bara áfram, 6100 port. Og þá bara kaupa nýja spine switcha og ennþá fleiri laufswitcha og tengja þá saman til passa og fitta bara inn í setupið. En þá spurningin, af hverju viljum við software defined network? Það að því að allir ætli skýið, sem að sumir kalla ennþá internetið. En fókusinn
í IT enterprise geiranum svolítið að færast af software as a service á einhverju plattformi yfir að bjóða upp á infrastructure, IT as a service á ákveðnum plattformi. Þannig að fólk hættir að spanna upp ákveðið application sem það keyrir á netinu og það fer að fá bara heilu vélarnar og heilu bara gagnaverin sín sem liggja út á netinu og þeir stýra þessu bara sjálft. Og þetta liggur í skýinu og það má bara búast við mjög mikill ókærð í netrekstri ef við notum ekki SDN. Út af því að það þarf að stýra netinu í hverju og einu einasta rátir og tæki. Þannig að skoðum aðeins útfærsluna og markmiðið með Software Defined Networking. Við höfum reiknigetu, netgetu, geymslugetu í okkar núverandi gagnaverum og höfum haft það lengi. Og það að öllu leyti eða miklum hluta búið að búa til svolítið svona gagnavers data center virtualization lag ofan á þetta hardware. Virtual hypervisorar eins og VMware og Hyper-V og fleiri, KFM, hafa fyllt þetta box mjög vel, búið til algjörlega sýndarumhverfi ofan á fysiska hardwareinu og annað sambærilegt með storage, en networkið hefur svolítið svona rekið lestina og verið seinna til. En Software Defined Networking svolítið að færa netgetuna upp í sýndarheiminn líka. Þannig að hugbúnaður og application í framtíðinni talar eingöngu við virtualized, sýndarvætt kerfi. Óháð hardwareinu sem undir sem gerur okkur óháða í rauninni framleiðandi eða vendor. Þetta eykur einfaldleika, við samtunnum verkflæði og innviði og miklu minni þörf á IT sérhæfingu. Við erum að besta þjónustu og forðið skalast bara eftir þörfum og það sem að ég horfi mest til og hlakka mest til að setja í gang að vera að fá hraðari innleiðing á þjónustu og sérstaklega með stöðluðum uppsetningum á búnaði. Og þetta mun keyra rauðu súluna sem ég sýndi áðan niður þetta funksionality. Þetta gert með því að safna saman þessu kontrollplani sem núna liggur í hverjum og einum einasta rátir saman í miðlæga stýringu. Þannig að rátirarnir hætta að skipta sér að því að fylgjast með pökkunum, sjá hvert hann á að fara, reikna út hvað best að senda hann og eitthvað. Þeir taka bara við skipunum frá ríkisapparatinu sem komið í miðlæga lausnina sem segir látið þetta flæða svona. Svo ég kvóta bara beint í Wikipedia, Software Defined Networking is an approach to networking in which control is decoupled from the physical infrastructure, allowing network administrators to support the network fabric across multi-vendor equipment. Þetta svona buzzlíkingi eða svona framsetningin á hvað Software Defined Network. Þetta sveigjanlegra, þetta miðstýrt sem þýðir að auðveldara að forrita þetta og þetta fylgir opnum stöðlum og óháð framleiðendum. Og ef við skoðum aftur Spinal Leaf nettuguna sem að henta svona vel í gagnaver, þá þarf að innleiða svo kallaða Network Virtualization OLA gátt eða tækni. Það best að hafa alla linka bara IP-linka. Sýndarheiminum alveg sama hvað gerist á layer 2 í rauninni. Þeir spyrja bara, IP-samband á milli? Ok, ef það þá bara sé ég rest. Það mismunandi tækni notaðar, VMware notar VXLAN, Hyper-V notar NVFCRE tónila. En það sem þeir gera, þeir búa til nýtt virtual layer 2 ofan á layer 3 fysiska netinu. Sem þýðir að við erum aðeins að fikta í OSI-módelinu. Við erum að færa layer 2 aftur upp fyrir layer 3. Þannig að allir sýndarþjónar og þeir sem inn í sýndarumhverfinu, þeir halda að þeir séu bara layer 2 neti sem við þekkjum frá því gamla daga hefur skalast illa. Stórt flatt net eitthvað sem að brotna bara í alveg leið, en leið og að vex eitthvað. En hérna getum við látið spannað layer 2 netið þessuna á milli kerfisala, þessuna á milli landsvæða. Þetta það sem Software Defined Networking gerir svo vel. Það þarf að koma upp SDN controller og hypervisor og þeir sjáum þess að hefðbundnu layer 2 upplýsingagjöf, MAC address learning, sjáum að unicast og multicast flæðir á rétta staði og í raun og veru broadcast óþarft. Það hægt að nýta, það alltaf hægt að senda broadcastpakka, en þeir eru ekki nýttir í þessu hefðbundna sem við þekkjum að arpa upp hvar lærum við IP-tölur og hvar ekki.
og þetta gefur okkur möguleika á að stýra flæðinu frá miðlægum controller með forritunarmálum sem við þekkjum eins og Python, það er hægt að nota OpenFlow sem er hannað MIT ef ég man rétt og NetConf og svo framvegis. Hvaða vandamál standa í vegi fyrir SDN innleiðingu? Eru nokkur svo sem, en svona helstu eru það að gagnaver í dag eru ekki orðin 100% sýndarvædd. Mjög oft þurfa pakkar sem eiga að flæða á milli kannski sýndarvéla sem ætti að geta nýtt sér þetta til hins ítrasta að flæða út úr netkerfinu, eins og til dæmis bara tökum dæmi að það þurfa að fara í eldvegg sem er bara fysiskur eldveggur sem er á einhverju fysisku porti. Pakkinn þarf að fara alla leiðina út inn í eldvegginn, vera prosessaður þar, sendur inn aftur inn í sýndarumhverfið og skila sér inn í sýndarvélina sem var destination. Þetta verður í raun leyst með því að innleiða þetta tæki sem í þessu tilfelli er eldveggur inn í sýndarheiminn líka, færa hann yfir í að vera software. Þannig að hann keyrir bara inn í sýndarumhverfinu líka, þannig að pakkinn getur bara flætt stiðstöðulega á milli sem keyrir niður latency og keyrir upp netraða. Þessi eldveggur þarf heldur ekki að vera jafn öflugur þessi. Þetta er universal ríkis eldveggur sem þarf að vera á 10 gig sambandi og með rosalegt processing power af því hann er að sjá alla. Þessi keyrir bara á sínum kjarna, þarf að vera lítill, hann er bara skalaður við þörfina sem að undirliggjandi þjónar þurfa að hafa, þannig að mörguleyti er þetta miklu þægilegra. Og öll þessi tæki sem við þekkjum sem eru svona hangandi utan á netflæði í netrekstrinum munu að lokum færast inn í sýndarheiminn líka og eru eiginlega að mörguleyti byrjaðir að komnir þangað. Við erum að tala um load balancera, eldveggi, VPN, tengigáttir, innbrotavarnir, rátera og neteftirlit. Og hvað þarf að gera? Hvað skref getið þið tekið til þess að byrja að fikta með software defined networking? Það er rosa gróska í þessu, það er síbreytilegt það sem er að heyra bara með nokkra mánaða millibili hvað er heitasta topicið í software defined networking, en í grunninn þá þurfum við bara að koma ykkur upp sýndarplattformi. Þið getið notað VMware, KFM, Hyper-V, hvaða lausn þið finnið. Þið verða að innleiða undirliggjandi SDN samhæfðan netbúnað sem getur látið stýra kontrollplaninu sinu frá miðlægri stjórnstöð og síðan þurfa að koma ykkur upp þeirri miðlægri stjórnstöð sem er SDN controllerinn. Þeir eru nokkur til eins og VMware NSX, Contrail frá Juniper, OpenStack Neutron og svo framvegis. Þetta er svona grunnkitti sem þið þurfið til þess að starta þessu. Þá ætla ég að bjóða hann Lárus Hjartarson upp á svið að sýna ykkur hvernig þetta er í virkni með smá demói og þakka fyrir mig. Góðan daginn, heiti Lárus og ég ætla að fara stuttlega yfir svona nokkra notkunarmöguleika sem hægt er að nota þessa tækni og síðan stutt svona demo, vídeó. Það þurfti ekki að taka hann, en notkunarmöguleikar, til dæmis þá var hægt að nota þessa tækni fyrir öryggi, eins og microsegmentation, eins og hann var að sýna áðan, þá eru eldvegginir ekki lengur einhver risastórt physical box sem er fyrir utan netið, heldur það er að hver vél eða hvert virtual NIC á hverju vél með sinn eigin firewall og þú getur stýrt traffikinni betur þannig og þá er þetta policy sem á við allt umhverfið og hún færist með vélinni hvort þú færir hennar yfir á annan host eða yfir í annan netkerfi eða annan sal eða jafnvel annan datacenter. Og síðan DMZ Anywhere, þar að samanskapi er verið að nota þessa firewall tækni, þar sem þú getur búið til DMZ-ur, því að þá getur bara látið eina sýndarvél með ekki tala út nema bara við ákveðnar vélar, þannig að þú getur mjög auðvelt að búið til DMZ og síðan öryggi endanotanda fyrir svona VDI-lausnir. Annað er sjálfvirkni, eins og sjálfvirkni neta, eins og Gumi benti á áðan að geta búið til rátir á annað mjög fljótt að innleiða eins og nýja kuna eða ný net eða jafnvel ný devnet, eins og eitthvað sem kallast devcloud, þannig að það er mjög öll að búið til svona lokuð net þar sem hægt er að vinna í, sem hefur ekki áhrif á production netkerfið og sem multi-tenant umhverfi þar sem að þú getur sett marga mismunandi fyrirtæki til dæmis inn á sama netbúna og sama hypervisora, þar með verið að nota vélbúnaðinn undir sýndarlagið mikið betur. Og síðan er það net aðgengi, þar er verið að tala hluti eins og disaster recovery, þar sem að þú ert að teygja leigir 2 net á einu datacenter yfir og annað í gegnum þetta sýndarlag og þar ef eitt datacenter fyrir út, þá kveiknar á hinum megin. Og þú ert með sama netkerfi báðum megin og
ígressið virkar ennþá að því þú ert með tengingu þar á milli. En ég ætla að sýna ykkur svona stuttlega hvernig það virkar. Og síðan Metro Pooling og Hybrid Cloud. Hybrid Cloud þá getur þú tengt layer 2 netin þín, ótengt hvort þú sért með NSX eða Contrail, inn í til dæmis skíaþjónustur sem eru þá kannski með SDN networking, og þá getur þú teikt netið þitt á þínu stað inn í skíð og keyrt þá einhverjar workload þar. Svona eitt dæmi, þá multi-site SDN, í þessu tilviki þessi ég læra af VMware, þar sem ég aðalega tala um VMware, og hér eru þetta með 2 site og 2 vCenter sem svona mannfindþjótt fyrir VMware, og þar ertu með kontrollera sérstaklega hérna sem eru fyrir þetta, sem stýra dótinu, og síðan ertu með 2 mismunandi netkerfi þannig séð. En þú getur teikt þá þetta virtual VLAN eða VXLAN á milli 2 sala, þannig að þú ert með Universal Distributed Logic Router. Þannig að þegar VLANir þurfa að tala út, þá tala það bara út það egress sem það eru tengdað við. Samanskapið þá ertu að nota þessa tækni í að ef þú ert með eitt storage á site A og annar storage á site B, þá getur þú fært vélina án þess að vera með tengt storage á milli. Þannig að ég í það nokkru sem þú sjá það. Og þá þarft ekki að vera þú þarft ekki að vera migrata gögnin á milli datacentra. En demóið, ég ætla að kynna demóið sem ég ætla að sýna ykkur. Demóið leiðir þetta þannig, með 2 site, 2 vísindar, alveg mjög svipaða myndin sem var hérna áður, með 3 tier, 3 VXLAN ótengd. Þau geta reynda að ráta að milli sín og eru með samband á milli. Þau eru öll á site 1 og 2 með mismunandi hostum. Þannig að trafficin og dataplanið að fara hérna út úr þessum host yfir á netlæðið á site 1 og að fara síðan á þennan hér. Þannig að ég ætla að sýna ykkur að færa databasein yfir á site B. Þannig að án þess að missa ping. Þannig að sjáu þið að þetta webklienti fyrir VMware vísindar, og þetta vélin, þetta database-vél, og ég opna hérna gamla klientinn til þess að fá konsolin, til þess að geta haft marga konsól og opnað einu. Þannig að sjáu þið að þeir eru að pinga á milli sín. Það sem ég gerir núna eiginlega að gera svona manual migration á vélinni, þannig að ég ætla að velja bæði að færa hana á milli datacentera og compute og storage. Þannig að nú velja ég bara hitt datacenterið, vel einhvern cluster, vel síðan eitthvað storage, annar storage heldur en vélin á í dag, taka lítið pláss, vel thin provisioning. Síðan velja bara einhverja möppu struktúr, þetta aðalega bara til þess að vita hvað hún á hverju datacenteri fyrir sig. Síðan velja netið sem teikt þá yfir, þannig að þetta sama net sem þá báðum megin og báðum datacentrunum, og þetta þá svona, hvað kallast, Universal Wire í NSX máli, sem VMware NSX. Og síðan hittum maður bara á finish, þá byrjar hún að kópera vélina. Hún bæði að kópera minnið á vélinni, þannig að hún verið af vMotionuna, sem þýðir að hún slaknar aldrei á henni og hún helst í gangi. Það er líka verið að færa öll gögnin sem á vélinni. Þetta er Windows 2012 vél, og ég veit ekki, 12 GB sem eitthvað svoleiðis. Og hérna erum við að horfa á konsoluna inn á þessar vélar. Hérna sjáum við þá þess að DB-vél koma aftur upp nema á hinu datacentrinu. Þannig að nú ég opnað konsól á vélina sem verið að migrata frá datacenter 1 yfir á datacenter 2. Og nú ég eitthvað að fikta með músina grana, raða. Það missir voða lítið ping á meðan vera að tala saman hérna. Það sem hún er að gera, hún er að pinga þá webvélina sem sama datacentri. En núna eftir smástund þá klárar hann þetta. Og ég set þá konsolinn af vélinni á hinu datacentrinu, sömu vél, fyrir ofan hinn. Og eftir örskamma stund þá má sjá töfrana. Ég veit ekki að klippa aðeins meira að þessu.
og þar dó hún var farið yfir og þá opnast hinn konsolin og vélum var í gangi, búið að færa gögnin á sama neti og mista aldrei ping og heldur áfram að tala af alla vélandar sem eru á datacentera og það veit ekki betur heldur hún ennþá keyrandi þar. Og þá ættum við að geta séð við förum hérna yfir hvar hlutinir eru, þarna eru app og web og DBN komin á annað datacenter keyrandi þar án þess að missa eitt ping. Var smá latency rétt á meðan vera svona færa niður. Já, þá ég búinn. Einhverjar spurningar fyrir okkur? Spurningin var sem sagt þetta kontrollag, þetta miðstýrða ríkiskontrólag sem fært út úr ráturunum, það verður single point of failure. Já, það rétt. En það sýnist mér þróunin í dag vera svo að færa kontrollplanið út úr ráturum. Ég setti það fram svona til einföldunar og líka því að þetta hefur verið unnið svona hingað til. En þróunin núna mjög hrauðið svo að dreifa samt þessum punktum í kannski 2 eða 3 redundant kontrollera sem eru tilbúinir að grípa inn í fyrir hvern annan. Þannig að það ekki single point of failure þar. Oft þetta svona 3 vélar og það að taka svona slices og þær fá allar sömu slicenar og það eru með ákveðið priority. Ef einn dettur út þá getur hinn tekið við einhverju jobbi. Þannig að ef eitt site fer út þá getur þarftu þannig að bara setja upp kontrollin hinum eina. Þú ert með 2 mannis þeirra og það ættir að geta komið upp frekar hratt. En á meðan virkar allt saman en þú bara getur ekki búið til ný net og getur ekki fara að búið til nýjar reglur. Þannig að þetta áhætta en það hægt að minnka hana. Tíminn búinn, þannig að ég bara þakka fyrir okkur. Vona að gagn og gaman að þessu.